Góða kvöldi og verið hjartalega velkomin í Guðsþjónustu í Lindakirkju. Ég heiti Dís og með mér í kvöld Óskar Einarsson og Katrín Valdís Hjartardóttir. Eins og við sjáum þá kórinn í fríi í kvöld, það af því að þau eru búin að vera að syngja í fermingunum. Það eru 3 fermingarathafnir á helgi hjá okkur, þessa helgi og voru síðustu og verða næstu. Þannig að þau fá svona smá pásu á milli. En það var svo gaman í núna helgina í fermingunum, við vorum að rifja upp hvað við voru dugleg börnin í munnlegu prófunum og stóðu sig vel. Það var margt skemmtilegt sem kom upp samt, eins og það voru nú 2-3 strákar sem sögðu við með þeir kynnu 3 af bónorðunum 10. Krúttilegt. Og svo var það þitt ríkið, maturinn og dýrin. Einhver sem læra þegar þeir eru lítil hjá og halda bara alltaf sama Þannig heyrðu þau þetta þegar þau voru lítil, faðirvorið. En við ætlum bara að eiga notalega stund í kvöld, já. Og versi vikunar úr Mattheusar Guðspjalli og hljóða svo: Mannssonurinn ekki kominn til þess að láta þjóna sér, heldur til að þjóna og gefa líf sitt til lausnagjalds fyrir alla. Og það gott að huglega þetta svona í aðdraganda páskana. En við skulum hefja stundina á því að signa okkur og biðja saman upphafsbænarinnar. Nafn Guðs Föður, Sonar og Heilags Anda. Amen. Drottinn, ég komin í þitt heilaga hús til að hjálpa þig og ákalla og til að heyra hvað þú, Guð, Faðir skapar minn, þú Jesús frelsar minn, þú heilagi andi huggar minn, vilt við mig tala í þínu orði. Drottinn, heyr þú lofgjör mína á bæn og opna þú með þínum heilaga anda hjarta mitt fyrir sakir Jesú Krist, að ég fyrir þitt orð yðri synda minna, trúi á Jesú í lífi og dauða og taki framförum í kristilegu hugarfari og lífverðni. Bæn heyr það og Guð fyrir Jesú Krist. Amen. Drottinn minn, til
Ástýr helgra lífsins fræða, lát mig tign í sannri trú, hvert mitt ljóð sé lof og tjáning lífsins á ég stærstu von, sé í hverri þraut og þjáning þyrni krýndan Guðs mín son. Mikli læknir lífsins meina, ljúði Jesús hlýr sé þér, vísa mér á veginn eina, vertu ljós í hjarta mér, ljós sem vermir, ljós sem nærir, ljós sem hugar myrkrið flýr, ljós sem strengi lífsins bærir, ljós sem harmi gleði snýr. Lát mig meðan lífið reynist, lofa náð og kærleik þig, gefa stöðugt á mig reynist, rétt mér hendi Jesús minn, þinn við náðar sterkast afir, styrkur ég á fætur rís, síðan mun ég miskunn vaðinn mæta þér í paradís. Heyrðu, ég hef beðið þá Valgeir og Jónas að koma upp og lesa ritningalestrana. Með að nota þennan, Katrín. Og Valgeir les fyrst úr 4. Mósebók. Ormurinn. Ísraelsmenn héldu frá Hórfjalli í átt til Sefhafsins til þess að sneiða hjá Edóms landi. En þolinmæði fólksins þraut á leiðinni og það tók að tala gegn Guði og Móse. Hvers vegna leiddu þið okkur upp frá Egyptalandi til að deyja í eyðimörkinni? Hér er hvorki brauð né vatn og okkur býður við þessu léttmeti. Þá sendi drottinn eitraða höggorma gegn fólkinu, þeir bitu fólkið og margir Ísraelsmenn dóu. Fólki sem kom þá til Móse og sagði: Við höfum syngað vegna þess að við höfum talað gegn drottni og þér. Bið þú til drottins svo hann sendi höggormana burt frá okkur. Þá bóð Móse fyrir fólkinu og drottinn sagði við Móse: Gerðu höggorm og settu hann á stöng. Sér hver sem hefur verið bitinn skal horfa til hans og halda lífi. Móse bjóð þá til eyrorm og setti á stöng. Þegar höggormur beit mann og maðurinn horfði til eyrormsins hélt hann lífi. Þannig hljóðaði eiginlega orð. En Kristur er kominn sem æðsti prestur þeirra gæða sem komin eru. Hann gekk í gegnum hina stærri og fullkomnari tjaldbúð sem ekki er með höndum gerð. Það er að segja, er ekki af
þessari sköpun. Ekki fór hann með blóð hafra og kálfa, heldur með eigið blóð inn í hið heilaga í eitt skipti fyrir öll og aflaði eilífrar lausnar. Blóð hafra og nauta og askan af kvígu, stráð á menn óhreinir hafa gerst, á að helga þá, svo að þeir verði hreinir hið ytra. Hve miklu fremur mun þá blóð Krists, þegar hann hefur í krafti eilífs anda borið sjálfan sig fram fyrir Guð sem lítalausa fórn, hreinsa samvisku okkar af dauðum verkum, svo að við getum þjónað lifandi Guði. Þess vegna hann meðalgangari nýs sáttmála. Hann dó og bætti að fullu fyrir afbrotin undir fyrri sáttmálanum til þess að þau sem Guð hafði kallað mættu öðlast hina eilífðu arfleið sem heitið var. Þannig hljóðar hið heilaga orð, því sé þér Drottinn. Kæra þakkir. Takk fyrir. Lögð var að veði þín ást. Þú vildir fyrir synd mína þjást. Sendir burt allt syndaflóð mitt, svo að það hvarf í ástarhaf þitt. Upp hönd ég hef, líf mitt helgað þér, frelsari þú mig fannst, famar ást þín eilíf, ég fel mig frjáls, þinni föðurnáð, því undurlík elskan ást þín Guðs sem frelsar. Náðarflóð með fellibylsvind, funheit ást sem upprætti synd. Upp hönd ég hef, líf mitt helgað þér, frelsari þú mig fannst, famar ást þín eilíf, ég fel mig frjáls, þinni föðurnáð, því undurlík elskan ást þín Guðs sem frelsar. Þeim sem hjálpræði vann handa mér, þeim sem heim til Guðs býður með sér, þeim sem einn mannkyns frelsari ég syng eilíf. Þeim sem hjálpræði vann handa mér, þeim sem heim til Guðs býður með sér, þeim sem einn mannkyns frelsari ég syng eilíf.
frelsari þú mig fannst, famar ást þín eilíf, ég fel mig frjáls, þinni föður náð, því öldri lík elskan er, ástin Guð sem frelsar. Þá með því sem treyst ykkur til rísa fætur og heyrum heila Guðspjall sem ritað í Jóhanns Guðspjalli. Hver yðar getur sannað á mig synd? Ef ég segi sannleikann, hví trúið þér mér ekki? Sá sem af Guði heyrir Guðs orð. Þér heyrið ekki vegna þess að þér eruð ekki af Guði. Þeir svöruðu honum: Er það ekki rétt sem við segjum, að þú sér samverji og hafir illan anda? Jesús ansaði: Ekki hef ég illan anda. Ég heiðra föður minn, en þér smánið mig. Ég leita ekki míns heiðurs. Sá til sem leitar hans og dæmir. Sannlega, sannlega, segi ég yður, sá sem varðveitir mitt orð skal aldrei að eilífu deyja. Þá sögðu þeir við hann: Nú vitum við að þú hefur illan anda. Abraham dó og spámennirnir, og þú segir að sá sem varðveitir orð þitt skuli aldrei að eilífu deyja. Ert þú meiri en faðir okkar Abraham? Hann dó og spámennirnir dóu. Hver þykist þú vera? Jesús svaraði: Ef ég vegsama sjálfa mig, vegsemd mín engin. Faðir minn sá sem vegsamar mig, hann sem þér segið vera Guð yðar. Og þér þekkja hann ekki, en ég þekkja hann. Ef ég segðist ekki þekkja hann, væri ég lygari eins og þér. En ég þekkja hann og varðveiti orð hans. Abraham faðir yðar vænti þess með fögnuði að sjá daga minn, og hann sá hann og gladdist. Þá sögðu þeir við hann: Þú ert ekki enn orðinn 50 og hefur séð Abraham. Og Jesús svaraði: Sannlega, sannlega, segi ég yður, áður en Abraham fæddist ég. Þá tóku menn upp steina til að grýta Jesú, en hann duldist og hvarf úr helgidóminu. Og þannig hljóðar heilaga Guðspjall. Lofsið þér Kristur. Nú skulum við standa áfram og játa trún okkar. Ég trúi á Guð, föður almáttugan, skapara himins og jarðar. Ég trúi á Jesú Krist, hans enga son, drottinn vorn, sem getinn af heilugum anda, fæddur af Maríu mey, píndur á dögum Pontíusar Pílatusar, krossfestur, dáinn og grafinn. Steig niður til heljar, reis á þriðja degi aftur upp frá dauðum, steig upp til himna, situr við hægri hönd Guðs föður almáttugs og mun þaðan koma að dæma lifendur og dauða. Ég trúi á heilagan anda, heilaga almenna kirkju, samfélag heilagra, fyrirgefningu syndanna, upprisum mannsins og eilíft líf. Amen. Nú styttist í páskana eins og allir vita 2 vikur í dag og pálmasundagur næsta sundag og svo verður samkoma hérna messa á páskadag ekki klukkan 8 kvöldið, heldur klukkan 9 morgunin. Það var alltaf klukkan 8 en ég bendi strax á það og þá ætla að syngja í mitt lagi sem við ætlum að flytja núna líka, það verður þá með kórnum, en nú ætla Katrín að leiða okkur í lag sem að passar sérstaklega vel á páskadag en við höfum gott að heyra þetta lag líka núna. Lagið heitir Ekki gráta, elsku barn og við förum með ykkur í svona smá ferðalag hvað gerðist á þessum tíma.
morguns var það í byrjun vikunar. Þá vel ég heyrði engill, sagði, hvert sérðu það? Jesús ei hér, hann upprisinn á ný. Þá ég aftur heyrði það, mig nefndi röddin hlý. Ekki gráta, elsku barn, ekki gráta, elsku barn, með þér að ég dvel, öll þín tár ég þerra vel, geri eins sem dvart við sig, ég nær og styrki þig, upp ég lyfti ávallt þér, ef þú leyfir mér. Ég trúi á Guðs son, sigraði gröf, og sjálfur aðeins hann gefi björgun að gjöf. Eitt á mig kallaði og bauð mér kærleik sinn, því kalli gleymi ei, hans boðskapur minn. Ekki gráta, elsku barn, ekki gráta, elsku barn, innra með þér að ég dvel, öll þín tár ég þerra vel, geri eins sem dvart við sig, ég nær og styrki þig, upp ég lyfti ávallt þér, ef þú leyfir mér. Ekki gráta, elsku barn, ekki gráta, elsku barn, innra með þér að ég dvel, öll þín tár ég þerra vel, geri eins sem dvart við sig, ég nær og styrki þig, upp ég lyfti ávallt þér, ef þú leyfir mér. Árla morguns var það í byrjun vikunar, þá víst minn drottinn sagði, leita hjá mér hugunar. Náðu sé með okkur öllum og friður frá Guði föður og drottni Jesú Kristi. Hver yðar getur sannað á mig synd? Þannig spyr Jesús í upphafi Guðspjallsins sem ég las áðan. Textar kvöldsins eru frekar svona djúpir og þungir, þannig við ætlum að skoða það svolítið. Þessi texti, hann hluti af langri senu sem hann lýsir rökræðum Jesú og fólksins sem í þessu tilfelli eru gyðingar. Og það virðist vera almenning að ræða, ekki bara einhverja farísea og fræðimenn. Og þar talar Jesús til gyðingana sem höfðu tekið trú á hann forsendu þess að þeir geti kallast lærisveinar hans. En svo orðræða verður fljótt hatrömm og Jesús sakar það að sitja líf hans. Og þeir reiðast og segja hann vera haldinn illum anda. Ég ætla ekki að fara út í nákvæma ritskýringu, en við verðum samt aðeins að átta okkur á samhengi textans til að skilja af hverju gyðingarnir bregðast svona illa við. Og það gerum við meðal annars með því að skoða hvar og hvenar atburðir eiga sér stað og hverjir eiga í hlut. Og það erfitt fyrir okkur að setja okkur í spor
gyðingana á þessum tíma. Þegar við í dag, við vitum hver Jesús er. Við höfum heyrt sögur á honum eða lesið vitnisburði, nýlega eða aldagamla vitnisburði hvernig líf fólks hefur bara breyst við að taka trú á Jesú og sjálf eigum við mörg hver persónulega reynslu af því. En gyðingar þessa tíma höfðu ekki þessar heimildir. Þeir höfðu jú Jesú sjálfan þarna á staðnum og þeir höfðu sumir síðan gera kraftaverk og heyrt ræðurnar hans og margir tekið trú á hann. En hann var samt líka bara maður í þeirra augum. Og sumt af því sem hann sagði stangaðist algjörlega á við það sem þeir höfðu lært og trúðu svo heitt og innilega. Og Jesús segir við þá á einum stað: sá sem varðveitir mitt orð skal aldrei að eilífu deyja. Og hneykslun gyðingana er augljós. Og þeir segja sín á milli bara: hver telur þessi maður, smiður frá Galileu sig vera, að geta skengt eilíft líf þegar Guð veitti ekki einu sinni Abraham og spámönnunum eilíft líf. Og þessi orð Jesú, þeir augra sjálfsmynd þeirra sem barna Abrahams og þannig erfingja fyrirheitis hans. Og Jesús heldur áfram og gefur í skyn að hann hafi átt samskipti við sjálfan Abraham. Og þá segja þeir þetta: þú ert ekki enn orðinn 50 og hefur séð Abraham. Og þarna þeir að gera lítið úr Jesú með því að benda á ungan aldur hans og færa þannig rök fyrir því að hann geti ekki hafa átt í neinum samskiptum við Abraham. En þá fleygir Jesús fram þessum orðum: áður en Abraham fæddist er ég. Og með þessum orðum segir Jesús nú skýrt að hann sé Abraham æðri og heldur því fram í andstöðu við athugasemd gyðingana að hann sé eldri en Abraham. Og sú staðhæfing undirstrikar að vera Jesú er samofin eilífri veru Guðs. Þetta er rosalega djúpt, ég veit það. En Jóhannes, höfundur Guðspjallsins, hann er í raun að halda því fram að gyðingar eigi ekki hlutdeild í frelsunarverki Krists ef þeir afneita guðlegu eðli hans. Enda er hann einn syndlaus, en gyðingarnir þrælar syndarinnar. En við, erum við þrælar syndarinnar? Og ég hef alveg talað syndin áður og ég ætla bara að gera það aftur, af því mér er svo mikilvægt að leggja áherslu á að syndin er sambandshugtak sem að lýsir fyrstu sambandi mannsins við Guð. Ég átti sjálf svo erfitt með að skilja þessa merkingu. Þetta flæktist rosalega fyrir mér. Þú veist, er ég syndug, er ég að syndga? Þú veist, hvað þýðir það? Er ég þá slæm manneskja eða eitthvað? En svo heyrði ég þessa útskýringu. Þetta er sambandshugtak. Sem sagt, syndin, hún veldur sundrungu. Það verður rof á sambandi mannsins við Guð. Og myndast einhver gjá þarna á milli og getur birst sem vantraust eða vantrú. Við erum öll sköpun Guðs og Guð elskar okkur og vill okkur alltaf besta og vill að við komum vel fram við okkur sjálf og aðra. En hvað gerist innra með okkur þegar við gerum það ekki? Það er að segja þegar við gerum eitthvað sem við vitum að er rangt. Hvað gerist þá innra með okkur? Við fáum samviskubit. Eða það vona ég, allavega, og flestir finni. En þá sjáum við líka, þá sjáum við okkur eins og við erum. Bara nakin og við reynum að fela okkur fyrir Guði, eins og Adam og Eva gerðu forðum. Að því við viljum ekki að Guð sjá okkur þegar við getum ekki horfst í augu við okkur sjálf. Þegar við höfum verið að gera hvað á okkur. Og það skapar þessa sundrungu. Og ég tengi alveg við þetta. Þegar ég var yngri og var, alltaf í svo að rembast við trúna og svo ef ég var að gera eitthvað sem ég átti ekki að vera að gera, þá lokaði ég á Guð og það skapar þessa sundrungu.
Og kannist þið við þetta? Einhver? Ok. Því að freistingin og syndin, þær eru raunverulegar og Satan, þetta hugtak, það bara nafn yfir þann eða það sem að freistar og dregur til syndar. Og við þekkjum öll rödd freistarans þegar hún hljómar í höfðun á okkur. Láttu þetta bara eftir þér. Gerðu það bara. Það þarf enginn að komast að því. Þú veist þig langar til þess. Eða það sem virkar best á mig, Dís, þú átt að skilið. Og sum okkar eiga það líka til að vera þessi rödd í lífi annarra. Það getur verið. En hvað er það sem freistar okkar? Það er örugglega eins misjafnt og verið mörg. Það er ég vissum. En það getur verið freistandi fyrir sum okkar að sofa aðeins lengur. Sleppa því að fara í ræktina. Borða eins og mikið. Kaupa of mikið. Voða gaman kannski að meðan að því stendur að það getur haft slæmar aflengar til lengri tíma. Og stundum freistumst við til þess að kenna öðrum einhver sem tengir við það. Þegar upp staðið, þá berum við öll ábyrgð á eigin lífi og gjörðum. Og við vitum vel að val okkar, það hefur afleiðingar. En orð Guðs gefur okkur styrk til að mæta freistingum og við eigum fyrirmynd og frelsara Jesú sem var freistað á allan hátt. Og við getum lesið það í Nýja testamentinu. En hann lét ekki blekkjast. Og hann gaf sitt líf fyrir okkur, fyrir syndir okkar, svo við getum átt líf í fullri gnægð. Höfum það hugfast næst þegar við stöndum frammi fyrir freistingum og spyrjum okkur sjálf, er þetta Guðs vilji fyrir mig? Eða hvað myndi Jesús gera ef hann væri í mínum sporum? Dýr sé Guði Föður og Syni og Heilugum Anda, svo sem var í upphafi, og verður aldrei alda. Amen. Nær
sama bænastund, en við höfum þann háttin á hér í Lindakirkju og við eigum hvert og eitt hljóðastund þar sem við berum fram þau bænarefni sem á okkur hvíla í hljóðri bæn og meðan nú Katrín Valdís syngur fallegan sálm. Og ég vil líka benda bænaaltari hérna aftast, þar er hægt að kveikja á kertum fyrir bænarefnum eða skrifa bænarefni á miða og stinga í raufina á altarinu. Og hverjum 50. þá mætir hingað trúfastur bænahópur sem biður fyrir öllum bænarefnum. Drottinn, takk fyrir að þú heyrir og þekkir bænir okkar. Ég bið þig að mæta okkur hverju og einu á þann hátt sem við þurfum. Og Drottinn Guð, þú býður okkur að vera verkfæri friðar þíns. Lát okkur minnast bræður okkar og systra sem búa við ófrið og óöryggi. Í dag minnumst við sérstaklega fólksins í Úkraínu sem líður fyrir stríðsátök í landi sínu. Vertu með þeim öllum og gef þeim styrk til að lifa. Vertu með þeim sem ákveðið hafa að flýja landi sitt í vonum að geta lifað í friði og þar sem réttlæti ríkir. Gefa ráðamenn heimsins láti sérhagsmuni ekki ráða för, heldur komið þeim til hjálpar sem hjálpar eru þurfi og taki höndum saman að stöðva stríð og vinna að friði.
Við byggjum réttlæti og friði til handa öllum jarðarbúum, sem og allri sköpun þinni, náttúrunni og alls sem lifir. Breyttu böli í blessun, Drottinn, mannkyni til heilla og lífs. Látið góða sigra hið illa og láta okkur mynda skjaldborg hið góða, þannig að hið illa fá ekki þrifist. Fyrir Jesú Krist, Drottinn vorn. Og allar bænir okkar felum í bæni sem Jesús kendi og byggjum saman. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomið þitt ríki. Verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vorar skuldir, svo sem við og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Það fer að líða lokum hjá okkur, við höfum samt eftir að fá eitt lokalag, en ef ekki gefinni Katrínu Valdísi gott klapp. Alveg dásamlegu söngur, en þið megið rísa á fætur sem treysti ykkur til og þykja blessun Drottins. Drottinn blessi þig og varveiti þig. Drottinn láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þér náðugur. Drottinn upplifti sína augliti yfir þig og gefi þér frið. Í Jesú blessaða nafni. Amen. Svo megið alveg til ykkur aftur eða standa þér ráðið. Lokalag ekki beint úr Sálmabók Þjóðkirkjunnar, en þetta er lag sem á við okkur öll. Það það að lifa sérhver dag eins og að væri manns hinsti dagur. Textin eitthvað á þá leið að nýta og lifa núna, lifa í dag, og lagið heitir Líktu sérhvert sólarlag. Hver draumur lifir aðeins eina nótt, sér hver andar í sem lígu jafnan skjótt, hverju orði fylgir þögn og þögnin hverfur allt og fljótt. En þó að augnablikið aldrei fylli stund, skaltu eiga við það mikilvægan fund. Því að tár sem þeirra burt aldrei nær að græða grunn. Líktu sér hvert sólarlag sem þitt hinsta væri það, því morgni eftir orðinn dag. Þú veist að tímans köldu fjötra enginn flýr, enginn frá hans löngu glímu aftur snýr. Því skaltu fanga þessa stund, því fegurðin í henni býr. Líktu sér hvert sólarlag sem þitt hinsta væri það, því morgni eftir orðinn dag. Enginn gengur vísum að. Líktu sér hvert sólarlag sem þitt hinsta væri það, því morgni
Glæsilegt. Það má alveg klapp fyrir þessu. Heyrðu, þá kveðja ég ykkur með þessum orðum, förum í friði og þjónum drottni með gleði.